Við erum að þróa kerfi fyrir minni báta, minni tegundir af bátum, þá er ég að tala um báta sem eru kannski frá 6 metrum upp í 30 metra, geta verið allt frá skemmtibátum upp í vinnubáta og björgunarbáta. Það sem kerfi gerir er að það mælir og nemur hreyfingar í bátnum og önnur gögn sem að koma úr bátnum og notandi gervigreind sem við höfum þróað finnur hver er besti ráðlagði hraðinn til að aðstæður borð séu eins og öruggar og hægt er fyrir mannskapinn til að besta eldsneytiseyðslu. Það er mjög erfitt að fá aðgang að gögnum úr bátum þó að það sé mikið til að þeim. Þannig að við sáum tækifæri bara í að safna öllu þessum gögnum og gera eitthvað úr þeim. Við erum 3 stofnendur á þessu fyrirtæki og einn af þeim er prófessor upp í Háskóla Íslands, Magnús Þór Jónsson í verkfræðideildinni. Kom að þessu verkefni fyrst til að rannsaka eða gera mælingar á bátum og út frá þeirri rannsókn var þetta verkefni Heffring Marine til. Tengingin okkar bara alveg síðan fyrirtækið var stofnað hefur alltaf verið mjög sterk við háskólann. Það hefur reynst okkur mjög vel og höfum alltaf fengið mjög duglegt fólk úr háskólanum sem vill takast á við erfið og þú veist, þetta er erfitt verkefni. Þú þarft að geta pikkað upp gögnin áreiðanlega í erfiðum aðstæðum, komið þeim hingað, greint þau, þróa gervigreind í kringu þau. Þannig að þetta er svona tæknilega flókið verkefni sem margir hafa haft mikinn áhuga á að prófa. Af þeim sem að vinna hérna núna, þá kemur öll tæknideildin úr Háskóla Íslands. Ég kláraði BS-gráðu í hugbúnaðarverkfræði og sú gráða hefur nýst mér mjög vel hérna hjá Heffring og bara í atvinnulífinu. Maður lærir í skólanum bara öguð vinnubrögð sem að nýtast vel í starfi og svo náttúrulega bara fræðilega þekkingu og kunnáttu sem að hefur nýst gríðarlega vel. Árið 2022 var svona fyrsta söluárið okkar. Það er mikið spennandi verkefnum í gangi núna og ný tækifæri alltaf að opnast. Þannig að núna 2022 fórum við af stað og byrjum að selja vöruna og komin inn í báta, komin inn í flota og við höfum náð að gera það í Noregi með norsku sjóbjörgunarsveitinni, sænsku sjóbjörgunarsveitinni, hollensku sjóbjörgunarsveitinni og bresku. Komnum með viðskiptum í Kanada og Bandaríkjunum hjá mjög stórum stofnunum og erum í samtölu við gríðarlega stóra stofnanir þarna úti, ríkisstofnanir sem að reka þúsundir báta og hafa virkilegan áhuga á því sem við höfum að bjóða. Og meira þess að komnum með söluaðila og viðskiptavini í Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Það er mjög góð stemming innan fyrirtækisins. Við erum flestir mjög ungir og þetta er nýtt fyrirtæki þannig að það er mikið spennandi tækifærum og við erum bara þéttur hópur.